svona know him, to know him is the cry of my heart. Spirit, reveal him to me. To hear what he's saying brings joy to my soul. To know him, my Lord. To know him is the cry of my heart. Oh, Spirit, reveal him to me. To hear what he's saying brings joy to my soul. To know him, my Lord. To know him, is the cry of my heart. Oh, Spirit, reveal him to me. Yes, Lord, hallelujah. To hear what he's saying brings joy to my soul. To know him, my Lord. To know him, my Amen. Þekkja hann. Það það dýrmætasta í þessum heimi. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Himnarnir hringja og hinni guðlegu syngja. Halleluja. Ég ætlaði að tala það var merkilegt að bara andi Guðs leiddi okkur inn í tilbeiðsluna bara það sem að mig langar að tala í dag og yfirskriftin hlýðni. Hlýðni betri en fórn. Hlýðni betri en fórn. Amen. Og það var svona nokkrir staðir sem að mig langar að skoða sem svona lýsa þessu kristna lífi, þessu lífi Krists í okkur. Og mig langar að byrja á því að það er svo mikilvægt fyrir okkur að eiga skilning. Og þegar Daniel bað
við lesum það í 11. kaflanum í Daníelsbókinni, að þá kemur engill til hans og segir við hann: Daníel, þegar þú hneigðir eyra þitt til að öðlast skilning. Í Jesaja 11. kafla, öðru versi, þá talað andi Guðs, hann andi vísdóms og hann andi skilnings. Og það sem svo oft sárt að heyra þegar fólk að tala eitthvað og kenna eitthvað sem það skilur ekki. Það ekki? Við viljum, þegar við förum í skóla, þá viljum við að kennarinn skilji það sem hann að kenna okkur. Og það eins í kirkjunni, við viljum hafa skilning. Og Tímóteus, hann fékk að heyra það frá Páli eitt sinn í 2. Tímóteusarbréfi, 2. kafla og 7. versi: Tímóteus, Guð mun gefa þér skilning. Lærisveinarnir, þeir gengu með Jesú, þeir skildu ekki alltaf það sem Jesús var að gera. Og stundum vildu þeir gera allt öðruvísi. Ég man eftir því einu sinni, þá sögðu þeir: meistari, ekki tími til að kalla eld af himni yfir þetta lið þarna sem að ónáð okkur? En Jesús, hann hastaði á þá og hann sagði: þið hafið ekki skilning, eða hann sagði með þessum orðum: þið vitið ekki hvers anda þið eruð. Þeir skildi ekki einu sinni hvers anda þeir voru, í hvaða anda þeir voru að tala. Þannig skilningur mikilvægur. Og svo það að í fyrsta sálminum þá segir þetta að það lýsing á hinum réttláta eða hinum kristna, þó þetta sé í sálmónum. Það segir: sæll sá maður eigi fyrir ráðum óguðlegur, eigi gengur á vegi syndarana, eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. Og það gott orð fyrir kirkjun í dag, að hann sem tré gróðursett hjá rennandi lækjum, sem ber ávöxtinn á réttum tíma. Þegar ég les ensku King James biblíuna, þá segir hann ber ávöxtinn á sínum tíma. Sjáðu, tré ber ávöxt þegar það ávaxta tíð. Jesús talaði að það var ekki fíkna tíð þegar hann bölvaði fíkju, eða Markús talar það var ekki fíkna tíð. Þannig við sjáum hér að hér borin ávöxtur á réttum tíma. Ekki gott að hafa skilning á því? Ekki að reyna að hrista eitthvað fram áður en að tíminn komin. Þá getum við bara skemmt greinarnar. En það önnur ritning hérna sem ég datt niður á í Sálmi 92, og ég ætla líka að lesa 92, og við erum að tala kristna lífið og hafa skilning. Þar segir í Sálmi 92, vers 13: hinn réttlátu gróa sem pálminn, vaksa sem setrustréð á Líbanon. Og pálminn, ég ætla að taka hérna tilvitnun sem ég fann hérna í Biblíu, Blue Letter Bible heitir hún. Hann segir: þegar við horfum á pálmatré sem stendur upprétt og vex þrátt fyrir þurrk og skort í eyðimörkinni, það geti því, þá höfum við mynd af guðlegum manni sem uppréttur sækist aðeins eftir dýr Guðs, og hann óháður ytri kringumstæðum. Það verið að lýsa pálmatrénu. Hann óháður ytri kringumstæðum. Hann gjörður af guðlegri náð til þess að dafna og vaksa, og takiði nú eftir. Þar sem allt annað skrælnar og deyr. Og þetta tilvitnun frá manni sem var mjög þekktur predikari, Spurgeon. Sjáðu, þegar allt annað að visna og skrælna, þá rís Guðsmaðurinn upp og hann ferskur og hann fullur af smurningu og krafti Guðs. Þannig
á það að vera ef við skiljum þetta rétt. Guðsmaðurinn ekki hokinn vælandi við kringumstæðunum, hann teinréttur og hann beinn í baki og hann eins og pálminn, hann teygir sig upp til Guðs og segir Hallelujah, I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Við sungum það hérna daginn. Nú, setrustréð, það segir að hinn réttlætu gróa sem pálminn vaksa sem setrustréð á Líbanon. Það Clark, það Guðsmaður, hann segir okkur setrustréð gefur okkur mynd af hátign, stöðuleika, endingu, trén þau endast, og óforgengileika. Það hátign, stöðuleiki, ending og óforgengileiki. Það verður að lýsa þér, elsku vinur, hinn réttlátu, gróa sem pálminn, vaksa sem setrustréð á Líbanon. Halleluja. Að það hátign, það stöðuleiki, það ending og það óforgengileiki. Og setrustréð í Líbanon, þau voru þekkt fyrir stærð, þau voru þekkt fyrir endingu, fegurð og notagildi. Og blessunin sem kemur yfir hinn réttláta, segir þessi maður heitir Trapp, kemur yfir hinn réttláta, gefur sömu eiginleika. Ok? Svo lesum við hérna áfram. Þeir sem eru gróðursettir í húsi drottins, gróa í forgörðum Guðs, jafnvel, við skulum bara lesa aftur, fá samhengi. Hinn réttlátu gróa sem pálminn, vaksa sem setrustréð á Líbanon. Þeir eru gróðursettir í húsi drottins, gróa í forgörðum Guðs voss. Og þeir eru að vaksa þegar allt annað að skrælna, þegar allt annað að deyja og allt annað ómögulegt, þá bara halda þeir áfram að vaksa. Þeir, jafnvel í hárri elli, bera þeir ávöxt. Þannig að það von fyrir okkur sem eru farnir að grána, jafnvel í hárri elli bera þeir ávöxt. Þeir hafa sínar ávaxta tíma í hárri elli. Amen. Og þeir eru safamiklir og grænir. Þeir eru safamiklir og grænir. Vá. Og hér kemur ein önnur tilvitnun. Hún frá, ég man ekki hverjum, hún líka í Blue Letter Bible, fáið ykkur svoleiðis. Ég geti fengið það í síman. Það segir, þeir bera ávöxt í hárri elli. Það ekki æskuljóminn núna. Sjáðu, þú farið ekki í vinnu nema þú hafir æskuljóman í dag. Nú það ferskleiki aldursins. Það hægt líka? Án ófrjósemi, eins og Móses. Þú þarft ekki að vera ófrjósamur þó þú sért orðin áttræður. Ég man ekki hvernig Abraham hætti að eignast börn. Var hann ekki orðin 120 eða 40. Skiptir ekki máli. Móse, sjón hans dapræðist ekki, líkamsþróttur hans var hinn sami, hann var þroskaður viskubrunnur og minni hans var ómetanlega ríkt. Og þjónusta hans byrjaði þegar hann var 80 ára gamall. En það var þannig með Móse að hann hafði ekki endilega skilning, hann vildi byrja fyrr. En hans tími kom, og sumir segja, já, minn tími mun koma. Tími Móse kom þegar hans tími var inni. Og það þetta sem svo mikilvægt við kristna lífið, að við skiljum líka í sambandi við tíma. Að við séum tilbúin að bíða þar til okkar tími kemur. Þannig að hlýðni alltaf betri en fórn. Og ég var að hugsa að ef ég var að vinna hjá einhverjum hérna, við höfum nú einhverja atvinnurekendur hérna, ef við verum með eitt smið hérna, trésmiðaverkstæði. Ég veit ekki hvort ég fengi vinnu hjá honum, hann myndi sennilega segja, hann þyrfti yngri mann og að ég sé ekki nógu ferskur og gamall, ég sé og gamall, en hugsaðu þér, nú ræði ég mig í vinnu hjá honum og ég hérna á að mæti vinnu klukkan 8 og ég ekki mættu klukkan 8, ég ekki mættu klukkan 12 og ég ekki mættu klukkan 4 og klukkan 5 þegar hann að fara heim, að þá mæti ég
og fær honum blóm og segir, heyrðu vinur, mér datt bara í hug að fara og leita fallegum blómum og svo er ég hérna með konfettkassa líka handa þér og svo keypti ég líka uppáhalds öllaraninn og allt þetta sem að ég veit að þig langar í. Haldið að hann yrði glaður með það. Ég mætti ekki í vinnuna, það klikkaði það sem fyrirtækið átt að gera af því að ég mætti ekki í vinnuna en ég er að gefa honum gjafir í staðinn. Og það er þetta vers sem er inngangsversið okkar í fyrri Samúelsbók, 15. kapítula og það er Sál, konungur sem er hér og hann telur sig vera þjóna drottni og Samúel spámaðurinn kemur til hans og hann segir við hann, hefur þá drottin eins mikla velþóknun á brennifórnum og slátufórnum eins og hlýðni við sitt orð. Hvað gagnar með blóm í lok dags, segir Guð, ef þú ert ekki að gera það sem ég lagði fyrir þig í dag? Ég vil að þú gerir það sem ég segi þér frekar en að þú sért að gera eitthvað sem þú heldur að sé mér til geðs. Þannig að það segir í Rómverjabréfinu að við erum þjónar þess sem við þjónum. Stundum þegar við teljum okkur vera að þjóna drottni, þá erum við að þjóna okkur sjálfum. Og það er svolítið, já, og það eru sögur af því í Biblíunni. Að við erum ekki endilega að þjóna drottni. Marta taldi sig vera að þjóna drottni, var hún að gera gott verk, já, hún var kurteis, hún var gesturinn, en Jesús vildi ekki þessa þjónustu þarna, hann vildi þiggja þjónustu Maríu. Og þannig að spurningin erum við að hlýða eða erum við að fórna? Og erum við að fórna af því að okkur finnst það svo flott og okkur líður vel með það. Í Filippíbréfinu, og hérna kemur aftur inn á þennan skilning á kristna lífinu, hver hinn kristni er. Sjáðu, það eru svo margir kristnir sem að hrynja við veginn af því að þeir hafa ekki skilning, þeir skilji ekki hverju þeir eru og þeir skilji ekki hvað þetta snýst. Þeir segja að það er alltaf skrælna, eyðimörkin er þurr og vond og ég skrælna bara alveg eins og hinir. Þeir hafa ekki skilning á því hver pálminn eða hver setrustréð að þeir geta vaxið og dafnað og verið grænir og samamiklir mitt í þurrknum og öllu þessu. Þannig að við þurfum svo þennan skilning á kristna lífinu. Í Filippíbréfinu, 2. kafla og 12. vers, þá segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinni nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta, eins og þegar ég var hjá yður, fremur nú þegar ég er fjarri. Ertu að vinna að sáluhjálp þinni? Ertu að, í Pétursbréfinu segir að við eigum að gera köllun okkar og útvalning vissa, 2. Pétursbréf 1:10, og hér er einhver sem að vinna að sáluhjálp sinni. Hann með ugg og ótta að þóknast herra sínum. Hann með ugg og ótta að gera allt sem í hans valdi stendur til að hlýða herra sínum. Og hann að vinna að því. Og Páll að segja, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, og hér talað hlýðni, og hann segir, haldið áfram að vaxa í hlýðninni. Haldið áfram að vaxa í hlýðninni og jafnvel þó að ég sé fjarri að haldið þá áfram að rækta samfélagið við drottinn. Þannig að skilningur svo mikilvægur og þetta snýst að það var eitt vers hérna í viðbót sem ég ætlaði að lesa í sambandi við kristna lífið. Jóhannes 15 og það eru hérna
það er meira en 1 vers, það eru 3 vers. Hverja þá grein á mér sem ekki ber ávöxt, sníður hann af, hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Og svo segir hann, ég vínviðurinn og þér eru greinarna, þá það á hreinu, þú greinin, hann vínviðurinn. Þannig að hverja þá grein sem ekki ber ávöxt, sníður hann af, en ef hún ber ávöxt, þá hreinsar hann greinina, svo hún beri meiri ávöxt. Þannig að stundum erum við fara í gegnum ferli sem heitir hreinsun og við svona, höldum að nú sé allt búið, mín þjónusta búin og allt hérna í voli, en nei, Jesús að höndla okkur til þess að fá að nota okkur meira, til þess að við berum meiri ávöxt. Og eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfri sér, eins nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Og það væri gott fyrir okkur kristið fólk að skilja þetta, að við berum ekki ávöxt fyrir hann nema að við séum í honum. Það eru margir sem eru að gera helling fyrir hann, en þeir eru ekki í honum. Kristna lífið snýst þetta að vera í honum, þá verður eins og seturustréð, þá verður eins og pálminn, og það sama hvað gengur á, haggar þér ekki nokkur skapaður hlutur. Vegna þess að þú heldur bara áfram að vaksa þegar allt annað deyr. Amen. Þannig að þegar hann að hreinsa okkur, þá hann að hreinsa okkur til þess að við berum meiri ávöxt. En spurningin erum við að vinna þessu? Erum við í samstarfi við heilagan anda? Erum við í samstarfi við Jesú og þessu stöðuga samfélagi að vinna með ugg og ótta? Eða erum við að segja eins og, við verðum að fara, við verðum að gera eitthvað, við verðum að fara, gera eitthvað, fara. Sjáðu, það ritning í Rómverjabréfinu sem segir, þeir get ekki trúað nema þeir heyri, og hvernig að heyra nema einhver prediki, en hvernig getur þú predikað nema þú sért sendur? Og málið að hann sendir. Það allt og margir sem eru farnir án þess að skilja hvað þeir eru að predika. Við þurfum að skilja hvað við ætlum að predika, hvað þessi boðskapur Við þurfum að leiða fólk til Jesú. Við þurfum að gera lærisveina, Jesú Krist. Við erum ekki að kalla þá inn í okkar kerfi, inn í okkar system. Við erum að kalla þá til þess að verða lærisveinar Jesú Krist. Filippus, hann var sendur, hann predikaði Krist. Hann predikaði Krist. Og ég trúi því að þetta svo mikilvægt að við skiljum að það tími. Það þinn rétti tími. Ég var hérna með kennslu fyrir mörgum árum sem snerist kall til Krists. Við erum öll kölluð til Krists. Síðan vorum við kölluð til að vaksa, síðan vorum við kölluð til að þjóna, síðan vorum við kölluð til að fara. Og sjáðu til, ef þú vildir ekki vaksa, þá fékkst ekki að fara. Ef þú vildir ekki þjóna, þá fæstu heldur ekki að fara. Ef þú vildir ekki koma til Krists, þá bara alveg út í hött að þú að fara í hans nafni. Sjáðu til, þú predikar ekki einhvern sem þú þekkir ekki. Þú predikar Jesú Krist sem þú þekkir, sem þinn drottinn. Og Móse, ég myndist á Móse áðan, að í Stefán segir sögunum Móse, í postulasögunni 7:25, að þá, við skulum lesa þá ritningu, að Móse, hann hugði, við getum orðað þetta, meðan sumir eru í fríi, þá megum við umorða. Það skilja þetta ekki allir. Þeir sem skilja það og hinir ekki. Hér segir Móse, hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð væri að senda hann.
Nei, stendur ekki alveg svona, ég umorða þetta. Hann hugði að bræður hans skildu að hann væri sendur. Hann hugði að bræður hans skildu að Guð ætlaði að nota hann og bjarga þeim, en þeir skildu hann ekki. Þeir skildu nákvæmlega ekkert hvað hann var að gera eða hvað honum gekk til. Móse, sem var útvalinn af Guði, það var enginn eins og Móse, hann var farinn af stað á undan Guði. Hann var ekki sendur þarna, hann bara fór. Svo það spámenn Gamla testamentisins, og hér komum við svona inn á annað sjónarhorn með að skilja það sem Guð að gera. Sjáðu til, við höfum kirkjur og það segir, okkur sagt, bara fara og predika fagnaðarerindið. Og ég var einu sinni í borginni Denver á svona stuttu biblíunámskeiði og þá var ég sendur út með hóp. Við vorum að fara og predika Krist. Og ég sé gamlan mann með innkaupapoka og hann að bíða eftir strætó. Ég fer og sest hjá honum og byrja að tala við hann Jesú og bara spyrja hann líka hvernig hann hefur það og svona og þá kemur allt í hennu foringinn í hópnum og segir, komdu hérna. Hann ekkert að hlusta á þig. Hann hefur engan áhuga á þessu. Við erum að halda áfram. Sjáðu til, hann var að fara, hann var allur í að fara. Hér var ég að reyna sína gömlum manni kærleika, reyna sína honum kærleika Krists og reyna umvefjan, en þá var annar sem var svo upptekinn í að fara, predika orðið, að hann mátti ekki vera að því að sinna þessum eina. Reyndar hunsaði hann, bað með gamla mannum og hann kom til mín og eftir og sagði fyrirgefðu, þetta var rangt hjá mér. Þannig að það var gott. En sjáðu til, þetta lýsir bara því sem ég að tala um. Við erum ekki bara að fara með eitthvað og berja einhvern í hausinn með einhverju. Við erum líkami Krists til þess að sýna heiminum kærleika Jesú Krists. Og hérna komum við, ég ætla aðeins að nefna hérna spámennina, vegna þess að í kirkjunni þá oft svona, og það var þannig líka í Gamla testamentinu, að það oft hlutir sem að gerast og fólk vil bara halda einhverju, já, ég segi það eins í kirkjunni eins og í heiminum, það bara mainstream lína. Það allir að gera eins og ég. Og hérna, sjáðu til að ef þú fylgir ekki tíðarandanum þá ertu bara rasisti og Stundum jaðrar við þessa hugsun inn í kirkjunni, fyrirgefið því. Það stundum jaðrar við að við viljum allir gera eins. Við erum með svona, postula, við erum með spámenn og við erum með þetta og við erum með hitt. Og svona var þetta líka í gamla daga og það var eitt spámaður sem héti Jeremía en ég var að lesa Jeremía og ég elska að lesa Jeremía. Hann var öðruvísi heldur en hinir spámennir. Á hverju var hann öðruvísi og hvernig var hann öðruvísi? Þú lest það í Jeremía 15:17, þá segir hann við drottinn, vegna þess að hann að tala við drottinn og hann ekki ánægður með framgang mála. Hann ekki ánægður með að vera öðruvísi en allir hinir og stundum erum við þannig. Hann segir, ég sat ekki í hópi hlæjandi manna. Og Jeremía, hann segir, ég sat ekki í hópi hlæjandi manna. Við skulum fletta hérna upp í Jeremía bók, 15. kafla. Og lesa þessa ritningu. 17. vers, ég sat ekki hópi hlæjandi manna til að skemmta mér. Gripinn af hendi þinni sat ég einsamall af því að þú fylltir mig helgri reiði. Og hví kvöl mín ævarandi sár mitt svo illkynni að það verður ekki grætt. Og svo segir hann bara við Guð, þú ert mér sem svikur lækur eins og vatn sem ekki unnt að reiða sig á. Þessu svaraði drottinn svo, ef þú lætur að þessu víli þínu mun ég aftur láta þig ganga fram, ef þú framleiðir aðeins dýrmæta hluti en enga lélega, þá skaltu aftur vera mér munnur. Þeir skulu snúa við til þín og þú skalt ekki snúa við til þeirra. Og hérna sjáum við bara mann sem hann situr einn bara með sínum Guði og það snýst allt Guð í hans lífi og hann að vinna með ugg og ótt
sálu hjálp sinni, ef við getum orðað það svo, ef við förum aftur á bak með sáttmálana. En við lesum líka Jeremíu, það voru aðrir kallar þarna á ferð. Það var svona heilmikið spámannateymi og það var einn sem hét Pasur og hann var prestur Immersson, þetta 20. kaflinn vers 1, og hann var yfirumsjónarmaður í musteri drottins. Og hann heyrir Jeremíu koma með orð frá Guði. Hann heyrir Jeremíu boða þessi orð, þá lét Pasur húðstrykja Jeremíu spámann og setti hann í stokkin sem var í efra Benjamíns hliði hjá musteri drottins. Þannig að hérna svona, já, hvað ég segja, forstöðumaðurinn í stóru kirkjunni, hann tekur bara spámanninn og hann bara settur bara í fangelsi af því að hann kom með orð sem passaði ekki inn í systemið hjá kirkjunni. Og það eru fleiri svona, og ef þið lesið þennan 20. kafla og 21. Þá getið þið séð hérna að það var fullt af spámönnum hérna sem ekki þekktu drottinn. Og þeir voru að segja Ísraelsmönnum að Ísrael myndi sigra Babylóníu herinn ef hann kæmi. Jeremíu sagði að þeir myndi ekki sigra, þeir ættu að gefast Babelkonungi á vald. Og hver hafði rétt fyrir sér þegar upp var staðið, að þið lesið söguna í konungabókunum og Jeremíu bók, það var Jeremíu. Hinir voru falsspámenn, fullt af falsspámennum, og þeir töluðu gegn honum. Þeir ofsóttu hann, mannin sem talaði sannleikann. Þetta eins á dögum Míka, að þá voru 400 manna spámannateymi og þeir spáðu fyrir konunginum að hann yrði giftusamur ef hann færi í stríð og hann myndi vinna. Og þetta snerist allt já, við erum í sigurliðinu og við vinnum og við erum bara með þér og hei. Og svona, sjáum við þetta í kirkjunni í dag? Já, aðeins held ég. En svo einn þarna svona gráharður með skegg og ómulegur sem segir að laun syndarinnar sé dauði, og hann hérna hét hann Míka, hann hét annað hérna hjá okkur, og hann bara einn á móti 400 spámönnum, og einn af yfirspámönnum hann kemur og gefur honum bara á kjaftinn og segir að svona spáum við ekki Míka minn. Þetta þú ert nú í konungsgarði og þú ert hér í stórri kirkjudeild og við erum hérna 400 sem heyrum röstu drottins, og af hverju heldurðu að þú heyri betur en við? Málið var það að Míka, hann hafði rétt fyrir sér. Hann sagði við konunginn að ég sá allan himinsins her frammi fyrir drottni, og það var einn andi sem gekk fram og hann sagði, ég skal vera lýi andi í munni spámannana. Það var lýi andi í munni spámannana á dögum Míka. Það var lýi andi í munni spámannana á dögum Jeremíu. Það var lýi andi líka í munni spámannana sumra á dögum Elía. Skildi geta verið, ég man að það var maður sem heiti John Bevere, hann skrifaði bók sem hét Thus saith the Lord, og hann var að tala öll þessi þekkingarorð og allt þetta, og hann var að afhjúpa það. Hann sagði að þetta væri það sem við köllum familiar spirit eða spásagnar andi, þegar fólk heldur áfram að tala og það verður að performa, það verður að koma orð drottins, þá kemur annar andi inn. Þannig að systkini, við þurfum að þekkja þennan Guð sem við trúum á, og við þurfum að þekkja þennan heilaga anda, og við þurfum að hafa þessa andlegu greiningu, ef það ekki fyrir aðra, bara fyrir okkur, að við vitum hver okkar Guð og hvað hann að segja við okkur á þessum tímum. Og hér spámaðurinn í Elía. Ég aðeins að koma með annað sjónarhorn. Hér hann í kringumstæðum eins og við erum. Það hérna allt að fara niður, myrkrið, fólk segir þetta getur bara ekki gengið svona lengur á okkar dögum.
myrkrið orðið svo mikið, antikrist andinn, við sjáum syndin flæðir yfir og fólk segir að hið rétta sé rangt og hið ranga sé rétt. Og í svona kringumstæðum Elía. Það var Jezabel, það voru falsbámennirnir, það var menn helguðu sér sölleifnaði á þessum dögum í musterinu, það var þvílík synd og þvílíkur ólifnaður. Og einhver hefði nú sagt, já nú verðum við sko að gera eitthvað, við verðum að fara í trúboð, við verðum að virkilega, já við verðum að láta rödd okkar heyrast, en hvað segir Guð við Elía? Hann segir, farðu og feldu þig við lækinn Krít. Að vísu sagði fyrst, kom Elía fyrst með orð, hann sagði það mun ekki rigna í 3,5 ár nema ég segi. En svo segir Guð, hann farðu og feldu þig við lækinn Krít. Og Elía fór. Og ég var að hugsa, Guð, ertu ekki að gera vitleysu? Áttu ekki að láta spámanninn fara og þusa yfir syndurunum? Nei, Guð hafði aðra áætlun. Og ef þú les söguna áfram, ég ætla ekki að fara út í það, þá sérðu Guðs áætlun. En málið það að það sem ég vil segja í dag, að hlýðni betri en fórn, að það svo mikilvægt fyrir okkur að vera í Guðs áætlun. Við þurfum ekki að vera að færa Guði blóm þegar hann segir okkur að við eigum að vera að gera eitthvað allt annað. Við þurfum að hlýða Guði. Og við sjáum þetta líka í Nýja testamentinu að Filippus í Postulasögunni 8-9 að hann yfirgefur trúarvakninguna. Hann bara fer, hann aðalpredikarinn og nú hann bara farinn. Hvað aðið Filippus? Jú, ég ætla að fara að predika fyrir þessum eina manni sem þarna út í óbyggðum á leiðinni einhver staðar. Og það var engill sem sagði honum að fara. Hann hefði ekki trúað heilögum anda. Og þess vegna segi það að það þurfti engill til að segja honum að fara og hann fer og þegar hann komin á staðinn og sér vagnin að þá var allt í lagi fyrir andan að tala við hann og andinn segir honum að fara upp í vagnin. Filippus, hann vissi það og fekk að upplifa að hlýðni var betri en fórn. Og við lesum líka í Postulasögunni 16:6 að þeir voru að fara til Asíu en heilagur andi varnaði þeim að fara og predika fagnaðarerindið í Asíu. Þannig að stundum stoppar Guð okkur. Og þá betra að hlýða vegna þess að ef þú ferð, þá lendur þú bara í erfiðleikum. Og þá byrjar að mögla gegn Guði. Þú segir, ég var að fara í trú og þetta virkaði ekkert. Nei, þú varst ekki að fara í trú, þú þekktir ekki röddu Guðs. Þú varst bara að gera eins og allir hinir. Þú varst bara að gera eins og helst þú ættir að gera. Við þurfum að leiðast af anda drottins. Hver og einn, þó við séum í söfnuði. Það gott að heyra hvað andinn segir í söfnuðinum. Það líka gott að heyra hvað andi Guð segir við mig. Páll postuli í 21. kaflanum í Postulasögunni, þá svona spámannateymi og það verið að spá yfir Páli. Og þeir segja við hann, Páll, það bíða þín þrengingar í Jerúsalem. Þetta 21. kaflinn, vers 10-14. Og það bíða þín þrengingar í Jerúsalem. Ekki fara. Það kom spámaður þarna og við skulum lesa bara vers 11. Hann tók belti Páls, batt fætur sínar og hendur og mælti. Svo segir heilagur andi, þannig munu gyðingar í Jerúsalem binda hann mann sem þetta belti á, setja hann í hendur heiðingjum. Og næsta vers, þegar við heyrðum þetta, lögðum við heimamenn að Páli að fara ekki upp til Jerúsalem. Áfram. En hann sagði, hví grátið þið og hrellið hjarta mitt? Ég ekki aðeins reiðubúin að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerúsalem fyrir nafn drottins Jesú. Honum var eigintalið hugfar, þá létum við kyrrt og sögðum verði vilji drottins. Þetta svo merkilegt að hérna voru spámennir, þeir voru að útleggja spádómi. Var spádómurinn réttur? Já, en útlagningin var ekki rétt. Páll vissi hvert hann átti að fara, hvað hann var að fara, hvað hann átti að gera. Og það svo mikilvægt að hlýðni betri en fórn. Jesús Kristur,
hann lærði hlýðni af því sem hann leið. Já, maðurinn Jesús Kristur, hann fór aldrei á undan föðurnum. Hann segir í Jóhannes 5:19, ég geri bara það sem ég sé faðirinn gera. Hann fór ekki á undan. Hann var samt Guðs sonurinn. Hann hafði valdið. Hann hefði getað farið á undan. Hann hefði getað sagt, Guð, heyrðu, ok, ég bara ákvað að fara þetta. Nei, hann gerði aldrei nema það sem hann sá föðurinn gjöra. Og það sagt hann í Hebreabréfinu, hann lærði hlýðni af því sem hann leið. Þannig að spurningin til okkar, svona alvöru predikari myndi segja, hefur þú skilning? Ég ætla bara að segja, höfum við skilning? Erum við notæf? Getur heilagur andi notað okkur? Viljum við þjóna Guði eða okkur sjálfum? Viljum við bara líta vel út í augum annarra kristina? Eða viljum við virkilega þjóna Guði þó svo að við þurfum að ganga í gegnum kringumstæðin sem aðri kristnir ekki skilja? Sjáðu, fólk segir ýmislegt og við skulum ekkert fara út í það. En viljum við þjóna Guði? Þessi spámenn þeir hlýddu þegar allt var á móti þeim. Elía, Jeremía, Míka. Það var allt á hvolfi, allur söfnuðin á móti þeim, misskildu þá, en þá bara hlýddu þeir Guði. Og að lokum, kirkjan í Efesus, Opinberunarbókin 2. kafli. Sorglegt að heyra áminningu Jesú Krist, vegna þess að hér er kirkja sem hefur erfiðað og hún hefur fært fórnir. En hvað er að núna? Jú, hún er hætt að hlýða, segi ég. Jesús sagði það ekki, segir þú. Hann sagði, þú er afrætt þinn fyrri kærleika. En ég segi, kirkjan í Efesus, hún var að erfiða, hún var að vinna mikið verk, en hún var hætt að heyra í Guði, hún var hætt að hlýða Guði, hún hafði tapað sínum fyrsta kærleika. Sjáðu til í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 15. versi. Jóhannesar Guðspjall, 14, 15. Ef þér elski mig munu þér halda boðorð mín. Að elska og hlýða fer saman. Jóhannes 15, 10. Ef þér haldi boðorð mín, verið þér stöðugir í elsku minni, eins og ég haldi boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þannig að skilningur, hlýðni og kærleikur, það er svo sorglegt að kannski að vera búin að erfiða fyrir drottin og vera, og síðan missa þetta samband og samfélag við hann. Og það var það sem Jesús sagði við Efesus. Og spurningin er, hvað er hann að segja við okkur? Þorum við að fara á móti straumnum? Þorum við að vera öðruvísi kirkja? Þorum við að bara vera maður á mann og bara þorum við að hafa ekkert stuð? Þorum við að vaksa upp það sem er bara þurrkur, eyðimörk? Þetta er alltaf mótið þessu sem að við heyrum í kristna heiminum. En Jesús Kristur, hann fór sinn eigin veg. Hann gekk sína leið, sama hvað aðrir gengu, og hann segir við okkur að ef við leiðumst af heilugum anda, þá erum við sannarlega hans börn. Og ég trúi því að ef við ætlum að þjóna honum, þá er hlýðni betri en fórn. Og að hafa skilning, það segir á einum stað í orðskviðunum, viska hins kæna, þetta er orðskviðunni 14, 8 minni mig, er fólgin í því að hann skilur veg sinn. Viska hins kæna. Ef þú ert andlega kærn, þá ertu
þá hefur visku og þá skiluru hvað að gerast í þínu lífi. Sjáðu, það svo margir sem að ganga í gegnum þrengingar og erfiðleika, þeir skilja ekki og þeir ásaka Guð. Guð aldrei vandamálið. En af því að þeir hafa ekki skilning, þá ásaka þeir Guð og þeir segja, ég búin að biðja, ég búin að fara, ég búin að þjóna honum og hann hjálpa mér ekki. Hafið þið heyrt þetta? Ég heyri þetta aftur og aftur og aftur. Ég var að biðja og Guð bara svarar ekki. Ég held ég bara sé að missa trúna. Ég held ég ætti bara að hætta að trúa. Guð, hann heyrir og hann svarar og hann umlykur. En stundum þegar að greinin í hreinsunarferli og þú ekki skilur að þá aktaru svona eða hegðum við okkur svona. Að við skiljum ekki Guð hvað þú ert að gera, við skiljum ekki að þú ert að hreinsa mig, við skiljum ekki að þú ert að blessa mig af því að það svo sárt. Guð, það stundum sárt þegar Guð virkilega blessar okkur. En við viljum alltaf fá þetta svona auðveldu leiðina. Nú það hérna tilvitnun í hann Alan Taylor, bróður okkar sem hefur, og ég ætla að enda á henni. Sannleikurinn ef þú vilt eiga hlutdeild í verki Drottins, þá þarf þetta að deyja sjálfum þér og lifa fyrir hann. Og við þurfum að heyra hann nógu vel og leyfa honum að setja okkur þar sem hann telur best fyrir okkur. Við þurfum að heyra hann nógu vel, leyfa honum að setja okkur þar sem hann telur best fyrir okkur. Og vera kyrr þar til hann segir annað. Sannur vöxtur á sér stað á þessum erfiðu tímum þegar þú heldur í örvæntingu í orð hans. Þá erum við að vaxa. Við finnum það ekki, við sjáum það ekki, en þá erum við að vaxa. Amen. Hlýðni verður alltaf betri en fórn. Munum það. Segjum bara Drottinn, takk fyrir þitt orð, þakka þér fyrir að þú kennir okkur, þakka þér heilagi, undursamlegi, góði andi að þú ert með okkur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur og Drottinn, þú hreinsar okkur, þú, Drottinn minn, lætur okkur bera meiri ávöxt, hvort sem við finnum, sjáum, heyrum eða Drottinn skiljum, þá ert þú þar fyrir okkur, Drottinn. Og Faðir, við bara gefum þínu nafni alla dýrið. Amen. Amen. Þannig að við slítum bara útsendingunni frá Keflavík í dag og